Góðan daginn, ég heiti Páll Guðbrandsson og vinn hjá Skólavefnum. Við hjá Skólavefnum erum að kynna til söguna núna nýtt námsefni í íslensku fyrir miðstigi sem heitir Vandamálið. Á þessari vefsíðu hérna er að finna allar upplýsingar vandamálið, en við ákvaðum að nota myndbandið og myndbandstæknina og búa til hérna lítið myndband til að sýna ykkur bækurnar sjálfar, svo að þið fáið svona aðeins betri tilfinningu fyrir bókunum hérna í gegnum vefinn. Vandamálið samastendur sem sagt að þetta er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstigi, 5., 7. og 7. bekk og vandamálið er yfir heild verksins en svo eru 3 undir flokkar. Það er sem sagt þetta er málið fyrir 5. bekk, ekki málið fyrir 7. bekk og minnsta málið fyrir 7. bekk. Hverju bekkjareiningu fylgja sem sagt 3 lesbækur og svo 3 vinnubækur. Í lesbókunum er að finna sem sagt texta, stutta og þægilega texta. Við reynum að hafa á stutta alla og þeir eru flestir sem sagt innan við 1 blaðsíða. Þarna getur sýnt ykkur stutt umfjöllun Bjarni Thorarensen og það er sem sagt æviágrip og svo bæði og svo koma orðskýringar og svo verkefni. Annað sem þið takið eftir hérna er letrið. Við höfum þetta stórt letur, þetta er 14 punkta letur. Við höfum valið sérstaklega, við fengum leiðbeiningar hjá sérfræðingum val á leturgerð. Þetta er sem sagt leturgerð sem hefur enga slaufur eða neitt svoleiðis, þannig að þetta hentar alveg sérstaklega vel fyrir nemendur sem hefur lesblindu eða aðra lestrarörðugleika. En það eru sem sagt 3 lesbækur og við reynum að hafa textana létta og þunga til skiptis, þannig að allir geti fótað sig í náminu og eins og þessi stutta og þægilega texta. Og lesbækurnar eiga svona markmið með þeim er að taka á lesskilningi og textaskilningi og síðan eru það vinnubækurnar sem að taka þá á málfræði og stafsetningu og slíku og mikil áhersla er lögð á ritun, að ýta undir ritun og skapandi skrif og slíkt. En vinnubækurnar eru í raun vinnumöppur. Þetta eru sem sagt bara götu blöð með forsíðu, fínni forsíðu og baksíðu sem er síðan bara sett inn í möppur sem að krakkarnir eru með. Og þetta eru þá hérna 3 skammtar fyrir hver bekk og hérna eru sem sagt verkefni úr öllum áttum og hérna mjög góð. En hugmyndin á bakvið þessa möppulógík er svo að kennarar fái meira vald og frelsi til þess að stjórna náminu og námsefninu og geti einstaklingsmiðað námið með auðveldari hætti. Á vefhlutanum er að finna sem sagt auka verkefni sem hægt er að prenta út með öllum bókunum. Og þau eru þá bæði léttari og þyngri og mjög fjölbreytt, þannig að ef þið eru með nemendur sem að þurfa þyngri eða eins og oftar léttari verkefni, þá er hægt að prenta þau út af vefnum og bara setja inn í möppum. Og þá eru þessi nemendur sem að þurfa sérstakt efni samt að vinna í sama efninu og allir hinnir. Og við vonum að þetta eigi að nýtast mjög vel bara upp á að geta einstaklingsmiðað námið og náttúrulega líka að nemendur sem þurfa léttara efni þurfi ekki að fara í efni sem ætlað fyrir yngri bekki, heldur eru bara að vinna í sama efni. Eins og áður segir, þá eru þetta 3 lesbækur og 3 vinnubækur, alls 6 bækur fyrir hvern bekk og svo er það vefefni. Og á vefnum er til dæmis að finna alla lestextana úr lesbókinni upplesna. Og það er ekki bara að hlusta á vefnum, heldur er líka að hala þeim niður. Þannig að nemendur, og þetta eykur möguleikuna að vinna með hlustun, því að hlustunarskilning er ábótavant eins og lesskilning hjá íslenskum nemendum.
og þetta býður líka upp á mikið stuðning við nemendur sem eru með lestrarörðugleika að stríða eða hafa íslensku sem annað tungumál. Þau geta fengið lestextana heim með þessu heim á disk eða koma með eða iPod, koma hann í skólan og fengið á iPodin sem lestextana. Þau geta þá hlustað og samtilega að lesa. Allar æfingar úr vinnumöppunum sem hægt að setja í gagnvirkan búning verða í gagnvirkan búning á vef hlutanum og það sem sagt auðveldar foreldrum að koma að námi barnanna sinna að hjálpa þeim og auðveldar líka lesblindum nemendum og nemendum með námsörðuleika að vinna verkefni heima fyrir því að þessi nemendur eru oft auðveldara með að vinna verkefni uppsett í tölvu en svona hefðbundna ritum. Já, þetta er nú, ég ætla ekki að hafa það lengra í þessum myndbandsbút en við vildum bara svona aðeins sýna ykkur bækurnar og gefa ykkur smá tilfinningu fyrir þeim.